og við erum bara að horfa upp á það núna út á allan heim að það hægt að taka réttindi kvenna og fólks tilbaka. Eitthvað sem að kannski fyrir 10 árum okkur fannst óhugsandi að gerast núna í löndum sem að kenna sig við lýðræði og réttindi, kvenréttindi og mannréttindi. Og það það sem að við þurfum alltaf að vera viðbúin því að það geti gerst og ég held að það sé líka, og ég ætlast ekki til þess að yngri kynslóðir séu endilega með alla sögu og reynu eða annað slíkt, en að þau einhvern veginn verða samt að skilja að það ekkert að þessu gerist að sjálfu sér. Ekkert að þessu gerist að sjálfu sér og við stöndum í þakkaskuld við það fólk sem á undan okkur fór, allar konurnar sem stóðu í þessari baráttu, úr öllum flokkum og ekki bara stjórnmálakonur heldur líka konur í kvenfélögum og konur bara sem hafa haldið þessu samfélagi gangandi alla tíð, að við megum ekki umgangast þessi réttindi eins og sjálfsagt mál, af því að þá förum við að gleyma hvernig við náðum þeim.